Verkalýðshreyfingin megin baráttutæki launafólks. Baráttutæki sem launafólk hefur notað til þess að móta samfélagið og grunnkerfi þess að eigin hagsmunum, að hagsmunum fjöldans, en ekki hagsmunum hinna fáu, eigenda fyrirtækja og fjármagns. Þegar við horfum yfir síðustu áratugi, þá augljóst að við höfum búið við veika verkalýðshreyfingu. Vegna þess að meginbreytingarnar á samfélaginu á þessum tíma hafa hneigst að því að styrkja stöðu hinna sterkur, að létta skattbyrði af hinum auðugu og efla völd fyrirtækjaeigenda og fjármagnseigenda. Meginafrek verkalýðshreyfingarinnar á síðustu öld voru ekki beinar launahækkanir, heldur uppbygging velferðarkerfis, uppbygging gjaldfrjálsrar heilbrigðisþjónustu, uppbygging félagslegs húsnæðiskerfi sem átti að tryggja sem flestum ódýrt og öruggt húsnæði, uppbygging gjaldfrjáls menntakerfis og víðtækrar félagslegra þjónustu og velferðarkerfis. Launahækkanirnar skiptir náttúrulega auðvitað miklu máli, en fyrir fólk með lágar tekjur og lægri millitekjur, fyrir öryrkja og ellilífeyrisþega skiptir öflugt velferðarkerfi öllu máli. Að hafa aðgengi að ódýru og öruggu húsnæði, að hafa aðgengi að gjaldfrjálsu heilbrigðiskerfi, að hafa aðgengi að gjaldfrjálsri menntun. Fyrir einhverjum áratugum var ekki áróður fyrir því að það var ekki hlutverk verkalýðsfélaganna að vera með stór pólitísk markmið. Heldur væru þau fagfélög sem ættu að berjast fyrir launahækkunum félagsmanna sinna. Og að sumu leyti féllust verkalýðsfélögin á þessa hugmynd. Og í stað þess að beita sér að afli fyrir uppbyggingu velferðarkerfisins og vörn fyrir það þegar að auðvaldið sótti á og vildi brjóta það niður, að þá vildu verkalýðsfélögin fyrst og fremst styðja félagsmenn sína í að sækja launahækkanir til eigenda fyrirtækjanna. Þetta leiddi til þess að velferðarkerfið okkar hefur orðið laskað. Við höfum mist hið gjaldfrjálsa heilbrigðiskerfi. Sjúklingar eru rukkaðir skattgreiðslu en heilbrigðir ekki. Það eru gjaldtaka inn í menntakerfinu, bótakerfið er orðið tekjutengt og óhagstæðara meginþorra skattgreiðenda og þannig hefur það sem var byggt upp á síðustu öld út frá kröfum verkalýðshreyfinganna frá því snemma á síðustu öld og jafnvel í lok þar síðustu aldar, það hefur brotnað niður undanförnum árum. Hvers vegna? Að hluta til vegna þess að auðvaldið, hinir ríku og voldugu hafa verið frekir, en þeir hafa alltaf verið frekir. Þannig að niðurbrot velferðarkerfisins á undanförnum árum og áratugum er líklega fyrst og fremst fyrir það að verkalýðshreyfingin hefur verið veik og ekki geta varist. Ef launafólk vill snúa þessari þróun við, verður að efla verkalýðshreyfinguna, styrkja hana og endurfæra hana og endurreisa hana þannig að hún gagnist í baráttu launafólks í dag.